Nasty Boys Nasty Boys, jú, illkvittnir piltar Myndi ég nú þýða það kannski og Hvað segir, ertu búin að fara eitthvað í bíó, Sigurjón? Nei En þú? Nei, ég hef nú gert svona frekar lítið af því Ég búin að sjá hérna þessa 7 og 7 Döðasendina 7, hún var ágætt Þó fyrst mér þessi Brad Pitt ofsalega leiðilegur það? Já, fyrir svona, mér finnst hann svona minni mér svona Mel Gibson skilur Mel Gibson Það er nú ömurlegasti maður allra tíma held ég Dvergur Já, svona kraftadvergur Dvergur með svona rass Svona rassdvergur Já Svona konur sem á að tala um það hvað hérna hafa verið með sexy rass Já, svona ástralskur vöðvarastvergur Nei, ekki einu svona vöðva Jú, hann er með svona eitthvað vöðva sko Nei, hann er ekki með vöðva Hann er bara með rass, já, með rassvöðva náttúrulega En hérna, sko, hann er svo ósmekklegur Já Og mér finnst Brad Pitt minni mig svolítið á hann sko. Ég er ekki samanlegur að hann minni mig á hérna Mel Gibson Hann gerir það með svolítið þessari mynd Nei, já, hann gerir það Það má ekki sé hann Svona Mel Gibson típa Svona einhver svona bráður ungur maður Svona sem að Svona lætur verkinn tala og svona Nú múður nú seint segja að Mel Gibson er bráður ungur maður Ég meina, hann var ekki ungur í fyrsta lagi Nei, svona típan sko Þú veist, ef að Mel Gibson skilur svona bara personan, típan svona í þroska er svona kannski 18 ára sko Er það? Já, ég menn heldur að fullorðinn maður hegði svona Nei, það efast ég Ertu búin að sjá 9 Months? Sá þessi sænskan spjallátt Það sem að tala var við Mel Gibson Jú, einmitt Og hann viðurkenndi það að lemja börnin sín Já, bara í þessum spjallþætti sko að þá er hann alveg eins og hann sé 19 ára sko Hann talar eins og hann sé 19 ára og svona Já, ok Já. En Heat verður maður að sjá, er það ekki? Jú, mér langar mikið að sjá hana Hver gerir þessa mynd? Hann heitir Michael Mann og hérna nú sannlega frægast hann gerði Miami Vice þættina Gerir við Miami Vice þættina? Já, leggst yfir þeim og gott hjá honum Og svo gerði hann hræðilega mynd sem er hérna síðasti Móikaninn sem ég sopnaði yfir og labbaði síðan út Já, með Louis Day Já, hann er ömurlegur Daniel Day-Lewis og hérna, það sko Hörru, svo er ný mynd með Harrison Ford sem er uppáhaldsleikari minn Er það? Já, Harrison Ford er uppáhaldsleikari minn Ég held að Gene Hackman væri uppáhaldsleikari hinn Nei, já Já, en það er sem sagt ný mynd hérna með Harrison Ford Já Sabrina í Háskóla Bíó verða að fara á hana Ljúfgaman mynd Ljúfgaman mynd, já, hann er komin í svona hlutverki auðkýfingsins Linusar Larrabee Æ, eitthvað svona Steve Martin Skemmtilegt Svona í kjölfar Steve Martin sko. Já, ég Svo er þessar körfubolta dagbækur Þessar körfubolta dagbækur í Stjörnubíó Leonardo di Körfubolta dagbækur? Já, í Stjörnubíó Já, Leonardo DiCaprio Körfubolta dagbækur Já, ég held að þessi sé allt í lagi sko Akkur heldur það? Því að Sigurðinni og hérna svona, óhefðbundin körfuboltamynd sko og svo er þessi Desperado Desperado, ég hef ekki séð hann ég þoli ekki hennan mann Hver? Alveg þennan Banderas Þú er það ekki bara eitthvað rasist Þú er bara rasist Antonio Banderas Já, þú er bara rasist Nei, maðurinn er bara ekki leikari Mér finnst bara leðilegast Akkur segir þetta? Því bara 9 Months Já Ertu búin að fara á hana? Já, ég ráði ekki nú að fara bara með á hérna Waiting to Exhale Það er eitthvað fyrir þig Waiting to Exhale, hvað er það? Hérna með Whitney Houston og hérna félögum hennar Eitthvað til að tala Vil taka fram að tónlistin og myndin er fána í skífur en þetta stendur allt inn í dífa Ég er bara að lesa eina bara, þú veist Það eina sem kemur fram myndin er að tónlistin og myndin sé fáanlega í skífuverslunum með 10% afslætti gegn framvísun aðgöngum með það Já Það er gott að vita það En þú sást þess að Usual Suspects, var það ekki? Jú Í sambíónum Hvernig er hún? Hún var allt í lagi, sko Ég var að vísa fyrir smá óbyggð með það Við vorum að tala um að þetta var eitthvað ógulegt meistarverk Ég veist það ekkert ógulegt meistarverk Nei, ekkert svona En það er alls svona myndir sko að þegar það er búið að útlista þar fyrir manni sem einhverju meistarastykki og þessi svona magnaðar sko þá fer maður með því hugarfæri og verður yfirleitt fyrir vonbrigðum
það kemur fyrir. Það nú það, sko. En stundum gerist það ekki, þá var gaman. Já, eins og það var búið útlista Seven fyrir mér sem sko, bara breakthrough, sko. Var það ekki? Þú ert alveg opin. Nei, minna, hún er ágætis mynd, skilur, þetta er fín spennumynd og svona mjög óvægin og mjög spennandi og vel gerð og svona setur í manni, skilur, hún er ekkit breakthrough, finnst mér. Ekki þannig, sko. Já. Og jú, það var hérna fólk sem fór að gráta og svona. Já, ég meina breakthrough mynd fyrir þér var Ace Ventura When Nature Calls, eða ekki? Já, það var breakthrough, sko. Í kvikmyndatöku og leikstjórn og bara leik. Akkurat. Herðu, en eigum við að koma í kvöld á franska konu? Nei. Við skulum fá hérna Bob Dylan með lagið Blue Moon. Gerðu það? Gjörðu svo vel. Og, en við erum að opna fyrir smásálina núna og byrðið fólk endilega að ringja í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og koma með einhver svona sé umræðu efni til að tala um og það er strax komin hérna einhver á línuna Eiríkur. Já, góðan daginn. Jú, góðan daginn Eiríkur. Ég var nú svona með svona atvik úr hversdagslífinu sem ég langaði að koma þarna framfæri hjá þér. En ég var nú fyrir því hérna daginn að ég lagði mig til svefns. Já. Svona árla kvöld. Það hafi verið svona 9 leytið. Og síðan vaknaði ég miðjanótt. Já. Var það búinn að pissa í rúmið. Nú, já. Já, það hafði bara mist þvag meðan ég svaf og þá var byrjað að snjóa. Já. Já, þetta er svona veðrið. Já. En ég vildi nú koma að þessu endilega á framfæri. Já. Þetta er svona saga úr hversdagslífinu. Já, þakka þér fyrir Eiríkur. Takk fyrir vinnur. Já, þetta blir hlöður. Blessaður. Og við skulum fá hérna Tin Machine með lagið Tin Machine, gjörðu svo vel. Ég veit ekki hvað ég á að gera. Viltu fá nýja jógurt? Já, og svo vil ég fá skaðabætur. Á ég að láta þið fá 1 kassa af jógurt? Já, ég vil fá peninga, ég vil fá 10 milljónir í skaðabætur. 10 milljónir? Ertu bilaður? Já, ég er geðbilaður. Ég geðbilaðist eftir ég fann hamsturinn. Já, það lítur bara að vera. Já, við getum ekki borgað henni 10 milljónir þó að það hafi verið hamstur í jógurtinu þínu. 5 milljónir? Nei, það kemur ekki til mála. Þú getur fengið kassa af nýju jógurti. Ég bara finn hvernig ég er að fá brjálæðiskast. Ég er að missa vitið. Þú vilt síður ég taki brjálæðiskastinni nýja þér, eða ekki, eða hvað? Nei, ég vil það nú ekki. Borgað mig þá 50 skall strax, annars brjálast ég alveg. Það kemur ekki til mála. Please, gerðu það. Nei. Gerðu svo vel. Hvað, fæ ég þá ekkert jógúrt? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Raskat. Já, þetta voru GB með lagi Race Against Time. Við spilum þetta lag mitt í sérsta þætti. Já, punk þættinum okkar. Já. Gamna rifið, gamna minningar. Síðast í þáttur. Og þú tvíðar væri leitað. Já. Horfum öxlu. Herðu þú? Velta vengum. Það sé fínn í tauinu finnst mér. Já, þakkaði fyrir það. Ég er í nýjum jakkafötum sem ég. Já. Hvað merkir þetta? Þetta er Armani. Ég geng ekki í öðru en Armani, sko. Glæsilegt. Hvað keyptir þetta? Í hjálparæðisernum. Já, glæsilegt, já. Ég fer alltaf í hjálparæðiserinn, sko. Það er svona, það er eina eiginlega, það má eiginlega segja, sko, að hjálparæðisersbúðin hérna á Garðastendinu sé eina svona Armani búðin á Íslandi, sko. Já. Sem að hefur Armani vörur, sko. Já. Og þessi Armani föt fekk ég í hjálparæðisernum á 600 krónur. Og þetta Armani bindi sem ég er með, það fekk ég líka í hjálparæðisernum. Glæsilegt. Og ég er í Armani nærfötum sem ég keypti mitt í hjálparæðisernum, sko. Já. En maður að passa sig ef maður kaupir Armani nærföt, sko, ef maður kaupir nærföt notuð að þvo þau, sko. Já. Það er náttúrulega alveg frumskilinni, sko. En hefur þú farið í hjálparæðiserinn? Já, ég fór þangað einhvern tímann daginn, þá fann ég nú, ég fann góðan jakka og vesti. Já. Gott, það var bara ekki Armani. Já, er það ekki? Já, ég fekk þetta á 500 kall. 500 kall? Hugsaðu þér. Nú gott verð fyrir góð föt. Já. Og mér finnst það sjálfsagt, Sigurjón, þó að leyfa sér að fara svona, og þó það kosti 600 krónur. Já. Að leyfa sér að kaupa sér ný föt. Ný jakkaföt.
spandera 600 krónum í eitthvað, ég meina það er ekki á hverjum degi sem maður lyfti sér upp. Nei, og þetta er uppáhaldsbúðu mín í dag. Alveg svona Gene Hackman er uppáhaldsleikari mín í dag. Þá er verslun hjálparæðisins í Garðastræti uppáhaldsbúðu mín í dag. Þetta er skemmtilegt. Ég fer þarna næstum því annan hvern dag og kaupi mér eitthvað. Ef maður langar að kaupa sér einhverja asnalega skyrtu til dæmis. Maður er að fara að gera eitthvað sem maður þarf að hafa asnalega skyrtu í, eins og fólk bara þarf oft. Þá fer ég þangað. Það er að fá skýrt. En hefur þú farið í Kattavinafélagið eitthvað? Já, ég hef farið í Kattavinafélagið, mér finnst ekki eins mikið úrval þar. Nei. Það er meira svona kjólar. Við keyptum einhvern kjóla á okkur þar. Keyptum við kjóla á okkur í Kattavinafélaginu? Já. Það er, já, mér finnst það ekki eins glæsileg verslun eins og þarna í hjálparæðis. Nei, þetta Grace, þetta Armani svona level eitthvað. Já, þetta er Armani Boss. Þetta er eiginlega hátísku verslun. Þetta er alveg hátísku verslun. Þú kemur þarna inn og ferði í jakkafattarekkan og tekur út jakkaföt og það eru svona handsaumuð jakkaföt úr ítalskri ull á 600 krónur. Heyrðu, þetta er skemmtilegt. Já. Og þetta er tilvalið. Þetta finnst mér að fólk ætti að gera. Þetta kaupa sko eiginlega innóta jakkaföt. Þetta fara á föstu degi, kaupa sér jakkaföt sem dögum helgina og svo bara næstu helgi að kaupa sér ný jakkaföt. Og ég er að velta fyrir mér, af hverju eru þau til svolítið þarna? Er þetta ekki alltaf nótu jakkaföt? Bara að látnum einstaklingum með vel? Já, ekki látnum endilega. En svona fólk sem að gefur föt þarna. Já, það er mitt. Heyrðu, er þetta ekki búðin í dag? Er þetta ekki búðin í dag? Örugglega. Ég var að hlusta hérna á eitthvað lag. Hvaða lag? Bara, ég vil ekki tilgreina það fyrir ná eftir. Mér er skemmtilega að kynna á eftir á. Gjörðu þið svo vel. Spurningar. Og þú sem veist þér? Nei, ekki stend ég fyrir. Ég er að virða fyrir mér hérna umslagi. Þetta er Mick Jagger hérna, með lagi Just Another Night. Plata sem kom út fyrir 10 ára síðan. Bara, hann er á nærbuksunum. Þetta er ógeðslega. Á síðum nærbuksum hérna á umslaginu. Í svona hlýrarból. Í gráum síðum nærbuxum. Já, svona föðurlandi. Ógeðslegur. Þú veist, Mick Jagger, sko. Það finnst mér ógeðslegasti maður sem bara hefur í popheiminn, sko. Hann er svo ljótur. Einn af þeim ógeðslegur. Já, meina sjá, hann er svona þú veist, hvað er hann gamall? Hann er svona 70 eitthvað líka. Og hérna og bara, þú veist bara að horfa á þennan mann. Það er ógeðslegt. Hann er að reyna að vera fitt, sko, hann er að þykjast að vera fitt, sko. Já, ég mitt. Hvað er þetta sem kemur hann út úr rassinum á hann? Er hann með bleiu eða hvað er það? Já, hann er með bleiu. Það virðist eins og hann sem er bleiu, hérna aftan á umslaginu. Það var eins og hann að stilla sjónvarpið eða eitthvað leið, sko. Henduðu þessu einhvert bara. Ég skil þetta ekki. Þetta Rolling Stones Rolling Stones, kannski, þú veist, þeir voru betri en Beatlanir. Mega það, þeir voru betri en Beatlanir, jú. En sko, Mick Jagger í dag, þú veist, hvað er flott fyrir Rolling Stones í dag? Þeir eru bara ógeðslegir. Síta aftan. Uppbretta vermar. Já, einmitt, og hérna málaðir, ennþá, þeir eru málaðir, skilur við. Og Mick Jagger, sko, er nú svo allara ljótastæðin, alltaf með svona bustað hárið. Já, svona bustað, svona blásið, svona svolítið síta aftan. Einmitt. Já. Og eldist alveg sérstaklega illa, sko. Já. Og ég veit ekki, það er svona Keith Richards með svona leður andlit eitthvað, sko. Allir er að segja að hann sé óflottur. Jú, hann er óflottur kannski. Ég veit ekki, mér finnst hann ekki flottur. En sko það er kannski Charlie Watts. Ég get alveg hérna sagt að hann sé óflottur. Hann er sættur. En þú veist, En ég meina, þeir hafa nú margt umfram Beatles. Jó, reyndar, sko. Þeir eru allavega að hafa einhver. Ég fyrir að segja að Mick Jagger væri nú svona ljótur, sko. Já. Minna, hann er ekki hálfkvist við Paul. Nei, Paul. Hann er eins og, sko, gamli íþróttakennarinn eða eitthvað, sko. Hann er óhugnaður, sko. Hann er, sko gangandi óhugnaður. Ég myndi öskra, ég myndi mæta honum í myrkri. Ég líka. Og bara, þú veist, líka þessi lög sem hann semur. Og lögin, já, sem hann og, já. Það væmi hann svo væmin, sko. Ofbóðslega, einhver svona hryllilegt. Og það er hryllilegt, nú er þetta alltaf að koma aftur, þetta Beatla Anthology viðbjóður, sko. Nú er komað nýtt lag. Nýtt Beatla, svona endurunnið Lennon lag eitthvað. Já, sem Paul er búin að vera. Paul og Linda er búin að sitja yfir í stúdíónu. Og Yoko. Pælti hvað lítur að vera hræðilegt að vera sonur Yoko, hérna þessi Sean Lennon sem var eitthvað smá strákur þegar Lennon var dreipinn
og síðan hefur hann mátt sko þurfa að sitja undir einhver svona einhver kúun frá mömmu sinni, nú eru það að gefa út plötu saman. Ói, pælti í þessu. Þetta er bara Þú klæðir að Jóko Óno var hún er eitthvað 8 eða eitthvað, skilur og hann, þessi hann er eitthvað svona unglingur sko og þau eru að gefa út plötu saman. Minnir mann á hérna þú vilt ganga þinn veg, ég vil ganga minn veg sko. Það syndróm. Það er ekki tala um það. En ég er bara að spá ég sko að hérna já, ég veit ekki, með þetta, nú er til þess að koma bítlasýning á Hótel Íslandi. Ennunu bítlasýningin, það eru 7 ár síðan síðasta bítlasýning var. Eitthvað? Bítlasýning, þá hengja svona eitthvað bítlaföt og svona á... Nei, þetta er ekki þannig, þetta er sjó, sko, þetta er hérna koma fram, þú veist, ég meina, Bítlafélagið og svona... Bítlavinir ég veit ekki hvort þeir verða en það er alltaf hérna Björgvin Halldórsson og einhverjir svona kallar sko og hérna, já, ennunu sýningin bara, ég veit ekki ég bara fæ mér er óglættið þessum bítla kjaftaði þetta er bara svona ógleði þetta er ógleði Herru, spilum hérna svo er þetta sko, svo fyrir utan það þessi hljómsveit er drepleiðinleg já, alveg rosalega, ég man ekki neinu skemmtilegulega í með bílunum þetta er allt svona eitthvað la eitthvað svona bara já, þetta er svona rattanir þetta er svona rattararí algjört við samdum bítlalag rattararí fá minna bara Frank Zappa hann er dáinn og svona sko já, þannig að hann er allt í leið og hann er allt í leið við spilum hérna eitt lag með hann áðan já með Teenage Prostitute nýji diskurinn okkar sem maður fá okkur hérna og þetta lag heitir Camarillo Brillo, gerðu svo vel. Góðan daginn. Jú, daginn. Ég er geðveikur. Já. Símat. Já, nú erum búin að eyða korteri að dýrmætum tíma okkar í bull. Þetta er þátturinn heimsendir. Já, þetta er þátturinn heimsendir. Þetta voru fréttir og leiðindi og auglýsingar og veðurfréttir, íþróttafréttir. Það eru óskiljanlegar fréttir. Hver hefur áhuga á svona fréttum? Til hvers er þetta? Hallgrímur Helgason, gestur þáttarins. Hefur þú áhuga á þessu? Nei, hvernig fór leikurinn á það? Stjörnuleikurinn á það í Garðabæi. Hefur áhuga að vita það? Nei, ég er alveg dottinn út úr íþróttunum hérna. Hefur áhuga á íþróttunum? Ég hafði það nú og hérna svona þegar mikið leikur við. Herru, þá skulum við bara fá lag og er ekkert að spjalla meira við Hallgrímur. Hér er hljómsveitin Iceland með lagið Breakaway, gjör svo vel. Breakaway. Plötur sko í Svíþjóð, er það ekki? Já, ég hef nú verið svolítið í Svíþjóð sko. Aldrei heyrt minnst á þessu hljómsveit sko. Nei. En þú ert komin hérna, Hallgrímur Helgason. Já, hæ. Hvað segirðu gott? Já, bara svona þokkalegt sko. Já. Maður er náttúrulega í gifsinu og svona. Þú ert í gifsi, já, ég tók nú ekki eftir því. Og lappar samt ekki haldrandi. Ég haldra aðeins svona, það ekki? Aðeins. Sástu það ekki? Nei, sá það ekki. Maður er svo líka svolítið málhaldur á þessu. Það er svona undarleg tilfinning að vera í gifsinu. Það er eins og maður næsir aldrei almennilega á strik. Nei, maður er svona í fjötrum. Í fjötrum, það lýsir ágætlega. Nú einmitt svona rithöfundar og skáld sko fundið mikla rómantík í því að haldra Byron og svona. Hefur fílarðu inn í hlutverkið? Já, þetta er svolítið flott að vera svona haldur. Ég var líka með svona flottar hækjur líka og svona. Já. Það er alveg svínvirkað að vera á hækjum. Það er á svona athygli sko, samúð fólks og fólk kemur til þín og fer að spjalla það sko. Hjálpa manni og svona. Já. Í kringlunni með hagkaup og svona hækjurnar sko. Að vísu hér á landi sko, það var náttúrulega annað upp á teiningum úti sko, ég rann hann til á stétt sko og lá hann að jöngum mínum sko og beði eftir eitthvað vegfærandi kemur og aðstofaði mig sko en það var náttúrulega ég var í vitlausu hverfi sko. Hvað er hverfi? Það var í svona slömmhverfi í Washington DC. Já. Þannig að næsti maður sem kom hann hérna rændi þig. Já. Ég var möggaður hérna og svo verið möggaður nokkur sinnum aftur áður en loksins ég var það sem við kallaður þurrmöggaður. Það er semst þegar allt er farið semst þú búin að láta það að hafa úrið sko og beltið jáfnvel allt sem lauslegt er á þér. Bara fyllingarnar eftir sko og þá ertu þurrmöggaður. Já. Og hvað varstu þannig lengi, fótbróðinn?
Ég lá þarna í 20 mínútur sko. Svo fór ég á svo fræðu bráðavakt. Það var náttúrulega spes sko. Ég lenti inn á þessum spítala í þessu hverfi sko. Ég var eini hvíti maðurinn þegar ég kom í salinn og alveg fullt af fólki þarna, mjög einkennilegt og þau voru ekki sko, virtust ekkert slösuð. Það kom mér óvart. Heldur var meira svona, mér dætti í hug, það var svona fátætt fólk sem ætti ekki sjónvarpi langaði samt að horfa á bráðavaktina sko. Það var mætt þarna en það var þetta mjög viðburðarík sko tími að bíða þarna. Fólk var að koma þarna inn með sko gunshot wounds og svona. Þetta var svona alvöru bráðavakt sko. Dálítið svona scary. Og þeir spurðu alltaf sko þegar þeir komu inn sko, þá kölluðu svona yfir salinn What happened to you man? Hvað gerist fyrir þig? Og þá svarað sko I got shot. Og þá var næsta spurningin sko Oh, by whom? Þú veist, þá voru þið forvitnir að vita sko hver skaut hann sko. Já. Og þá þekkja þeir sko kannski þessi skýtur yfir litt í magan eða eitthvað svona. Þá þekkja þeir handbragði kannski sko. Vita hvernig kúlur er nota og vita þá hvernig innri skaðanir eru. Já. Þetta var svona meira eins og Íslendingar að tala handbolta eða eitthvað. Þetta er alltaf mjög hversdagslegt þannig. En þegar við erum að gera að fætinum á þér, hvað var eitthvað samtal milli læknana og hjúkrunarkvennina og meðan? Já, þau voru svona, sko, þegar ég kom inn úr röntgen, sko, ég fór í röntgen þar voru nú heilu fjölskylduna mætta bara í myndatöku, sko. Það var mjög, og ég var svona að spyrja hvað væri að, sko. Það var bara svona, kom í myndatöku. Fjölskyldumynd, sko. Fjölskyldumynd. Og en svo þegar ég kom aftur inn í í ER-ið eða ER-ið þá voru þeir með röntgenmyndirnir af mér, sko, voru svona kastaðum á milli sín. Og ég sá að einn datt í gólfið sko og einn læknirinn var að borða svona melón og kom svona sletta á röntgenmyndina sko. Þannig að ég strítiði maður og benti á slettuna og spurði hvað þetta væri sko. Já, þetta var nú bara eitthvað sem ég var að borða sko. Svona, þetta var svolítið svona önnur allt önnum mynd sko heldur en hérna á slysadeildinni hér sko. Já, ég fór nú einu svona slysadeildina hér sko og þá var verið að sauma ennið á mér. Og þá var bara að tala sko hvað þau ætlaðu að gera í fríinu sínu. Það var eins og ég væri ekki þarna sko. Jæja Jóna, hvað ætlaðu að gera í sumarfríinu? Ég veit ekki, allir fær ekki bara í Húsafelli eða eitthvað. Já, ég á nú þannig að góðan bústað þannig, þetta er ólega skrítið. Þannig að það er